Jæja, Berglind, þú varst að sigra núna Steininn, fyrst kvenna, ekki satt? Jú. Til hamingju með það. Takk. En þú varst að gera kannski gott betur en það, þú varst ekki bara fyrst kvenna, þú varst ekki bara, hvar varstu með við heildina? Ég var önnur í heildina. Í heildina? Já, Ingvar var á undan. Þannig að þú rústaði fullt af köllum í þessu. Öllunum einu. Já. Þú varst náttúrulega að vinna líka hengilin, þetta 25 km. Þú kemur hérna bara söður og tekur vinningin á fætur öðrum í hlaupunum. Já, það náttúrulega, hafa svolítið verið þannig sumrin, sko, maður að koma kannski aðra helgi eða eitthvað til að hlaupa. Já. Hengilin orðin svona pínu fasti, farið hans síðustu 4 ár. Ég hef ekki verið hér áður og ég var nú ekkert ákveðin, ég skráði mér nú ekki fyrir bara í fyrradag. En það var eiginlega þannig að ég er búin að segja í svona 5 ár að mér langi í hlaup sem er bara upp, bara vertikal. Þannig að þegar það er komið þannig hlaup á Íslandi þá eiginlega verður maður að mæta, sko. Þannig að ég ákvað að bruna suður í gær og til að hlaupa eina brekku og fara heim aftur. Já, svolítið magnað, það bara að keyra frá Akureyri í einni lotu, bara til að fara upp eina brekku, það er ansi gott. Ég ætla nú að leika mér eitthvað hérna í dag og er búin að fór sko bibbuna niður og mætti maraþonhlaupurunum og ætla svo bara að halda áfram og taka löngu æfinguna mína hérna í dag. Því ég er eiginlega alltaf að drífa mig þegar ég er hérna, alltaf að annarkvæmt að koma til að keppa eða fara til útlanda eða með alla krakkana eða eitthvað. Þannig að það er svo sjaldan tími til að leika sér bara. Já, hvernig var bara aðstæðunir í dag? Það var rosa fínar. Það var rignt í morgun. Þannig að stígarnir voru rosa fínir, þeir voru ekki þurrir og það var svolítið rók, sko, þegar maður er komin ofar, en bara frábært, sko. Takk fyrir þetta. Takk hérlega.